Ráðherrar, ágætu gestir, velkomin til þessarar ráðstefnu nýsköpun í heilbrigðiskerfinu. Ég heiti Andri Ólafsson og verð fundarstjóri hér í dag. Við erum búin að setja saman afar þétta og efnismikla dagskrá fyrir ykkur sem mun kynna nánar innan skamms. En áður en við byrjum vil ég bjóða ráðherrana tvo sem standa að þessari ráðstefnu upp á svið og segja nokkur orð. Það eru þau Alma Möller, heilbrigðisráðherra, og Logi Einarsson, menningar, nýsköpunar og háskólaráðherra. Góðan daginn, kæru gestir, samstarfsfólk og frumkvöðlar. Það mér mikil ánægja að ávarpa ykkur hér í dag á þessari fyrstu sameiginlegu ráðstefnu okkar tveggja ráðuneyta sem við helgum nýsköpun í heilbrigðis, tækni og þjónustu. Og markmið okkar hér að leiða saman frumkvöðla, þjónustuveitendur, vísindafólk og stefnumótendur til að ræða hvernig við getum bætt heilbrigðisþjónustu allt land. Og á þessu fyrsta nýsköpunarþingi þá ræðum við einkum rafrænar lausnir, en síðar sé ég fyrir mér að við munum taka fyrir annars konar nýsköpun og framþróun í heilbrigðiskerfinu eins og hvernig við skipuleggjum og veitum þjónustu, ferla og jafnvel þróun nýrra meðferða. Nýverið þá héldu ráðuneytin 2 sameiginlega vinnustofu með helstu haghöfum til að fá fram sameiginlegan skilning á þeim áskorunum sem nýsköpunarfyrirtæki finnast vera og hvernig þurfi að leysa úr þeim. Við fengum þar staðfest hverjar þessar áskoranir eru og ráðstefnan í dag, dagskráin og efni hennar, tekur mið af þessu. Það markmiðið að veita svör við helstu spurningum, skýra leikreglurnar, styrkja innviði og efla samstarf. Og ég vil fá að þakka öllum þeim sem komið hafa að undirbúningi þessarar glæsilegu dagskrár, starfsfólki heilbrigðisráðuneytis, samráðherra mínum og hans góða samstarfsfólki sem og þáttakendum í vinnustofunni. I would especially like to thank all those who will be giving lectures here today, not least our foreign guests. For a small nation like Iceland, it is of great importance to gain perspectives from external voices. A very warm welcome to you, Barry Cates and Shirin Lucy Richter. Och det också mycket trevligt att ha en föreläsare från Sverige och varmt välkommen Marcus Lingman. I would like to start with addressing why innovation in healthcare is necessary and switch to Icelandic again, but my overheads are in English. Og eins og stendur þarna, nýsköpun í heilbrigðiskerfinu, oft var þörf en nú nauðsyn. Og það út af því að við höfum þessar gríðarlegu áskoranir að horfast í augu við. Það aukin þörf fyrir þjónustu af því að við erum að eldast og við erum með langvinna sjúkdóma og það koma nýjar og dýrar meðferðir í kerfi sem þegar fjárhagslega mjög aðþrengt. Og samhliða vantar okkur sérhæft starfsfólk, umhverfið verður sífellt flóknara og þar með oft erfiðara að samhæfa þjónustuna og það bara margt sem við erum að gera sem okkur vantar betri þekking á og loks langar með að nefna miklar kröfur notenda sem oft birtast í gegnum miðla. Síðan sífellt nýjar áskoranir í lýðheilsu eins og samfélagsmiðlanotkun ungs fólks og svo þessar risastóru áskoranir, sýklalyfjaónæmi, loftslagsbreytingar og stríð með öllum afleiddum áhrifum. Og þetta ósjálfbært nema við gerum eitthvað. Og hvað getum við gert? Mér finnst mjög gott að hugsa virði heilbrigðisþjónustu sem árangur deilt með kostnaði, að ná sem bestum árangri með sem minnstum tilkostnaði. Það líka hægt að horfa á þetta sem gæði deilt með sóun og þetta gerum við með því að nota okkar kerfi
með skynsamlegum hætti, með því að samhæfa og vinna saman, líka með því að vinna að því að auka gæði og mér finnst gott að hugsa stöðugt, erum við að gera eitthvað sem við ættum ekki að vera að gera og líka erum við ekki að gera eitthvað sem við ættum að vera að gera. Og svo loks efni dagsins að hugsa og þróa nýsköpun og tækni hvar sem við verðum komið. Og þannig erum við að tala rafrænar lausnir, við erum að tala fjarheilbrigðisþjónustu, notkun gervigreindar, notkun róbota og svo þessar sniðlækningar sem ég ætla aðeins að minnast á síðar í dag. En líka það sem ég var að nefna, að skoða hvernig við getum breytt ferlum og veitingu þjónustu. Síðan mitt hugðarefni, það að bæta lýðheilsu og reyna að seinka eða minnka þörf fyrir þjónustu. Það gerum við með að fara í grunninn og hugsa næringu og hreyfingu og svefn og allt það, en þar líka tækni, gefur hún okkur tækifæri í að nýta margs konar upplýsingar og sníða bæði forvarnir og meðferð að hverjum einu. Það framtíðin. Þannig að ég ætla að enda á þessu, eignað Albert Einstein, að það sé bilun að gera hlutina alltaf á sama hátt og búast við nýjum niðurstöðum. Ég ætla bara að segja að við verðum að breyta og gefa þá orðið til félaga míns. Kæra þakkir og gaman að sjá okkur svona mörg hérna. Ég tek þetta heilshugar undir með Ölmu. Það mikilvægt að við sækjum fram á þessu sviði og það mikilvægt að við hugum að heilsu okkar. En það líka mikilvægt að við njótum lífsins, en við getum gert það auðvitað sannarlega á heilbrigðan hátt. Mig langar að þakka sérstaklega öllum þeim sem tóku þátt í vinnustofunni nýsköpun og heilbrigðisþjónustu. Það var mikilvægt fyrir undirbúning þessara ráðstefnu, en eitt auðvitað að halda málstofur og vinnustöður, annað að taka hlutina svo næsta skref og vinna með markvissum hætti úr því samtali og þess vegna erum við hér, við erum með þessa vinnu í farteskinu og vonandi getum við náð heilbrigðu, opinskáu og hreinskiptu samtali sem að skilar okkur fram á veginn. Ég mun síðar í dag segja frá verkefni sem að við erum að hefja og hrinda af stað til þess að styðja við sprota og frumkvöðla starfsemi. En mér langar nú kannski svona bara að lokum að þakka öllum þeim sem að komu að undirbúningi þessara ráðstefnu. Kærlega fyrir. Það hefur greinilega tekist vel og ég held að þetta sé ekki sú síðasta sem við Alma munum standa að saman. And finally, I want to thank also our international speakers for being here today. It's very essential for us to hear your voices. Thank you. Svo langar mig bara, áður en við förum, að í dag bleikur október að byrja og þá sjónum beint að krabbameinum og þar endurspeglast þessar áskoranir sem ég var að tala að tilfellum fjölgar og við höfum ekki náð að halda nægilega í, það endurspeglast í bið eftir geislameðferð til dæmis, þannig að það nákvæmlega þess vegna sem við erum hérna í dag. Takk.